Helgi Rúnar Bragason. Það stormir í vændum, stórleikur, baráttan Norðurland. Tindastóll Þór. Hvernig leggst þetta í okkur? Herra, þetta bara slagur sem að maður býður alltaf spenntur eftir. Tindastóll, eins og Þór eru einu liðinu út á landi í þessari deild og þannig að fyrir okkur að fara í þennan úrstaleik, það bara sennilega skemmtilegasti bíltúrum sem við fáum svona í vetrartíman. Það má eiginlega búast í því, Helgi, að stelpurnar á Króknum, það muni eftir fyrirleiknum, þann hamagang sem það var eftir mál og allt. Það vilja kveikta fyrir það. Ég efast ekki það, en ég meina það svo sem ekkert sem að við viljum ekki heldur bæta okkur í. Ég tel að við hefðum alveg áttum helling inni þar líka og ég held að sé enginn eitthvað að velta sér upp úr eitthvað hvað gerðist utanvallar eða ritarborði eða eitthvað í þessu leik sko. Það er bara allir tilbúin að koma inn á að leggja sitt á mörkunum til þess að vinna þennan norðurlandslag. Þetta hvort ekki að búi, leikurinn og þetta Hassan og ritarborði. Það vantaði náttúrulega tvo sterkar leikmenn í fyrir leikinn hjá okkur, bæði Karl Lind og Særósi, en nú Tindastóll búinn að bæta við sig og þar á meðal gamall leikmaður Þórsson, Fanny Lind. Það munar svona leikmenn. Svo sannarlega og ég segi alltaf því bara fleiri leikmenn sem við fáum í búning og hvort sem eru eldri kempur eða yngri, að þá bara leikurinn skemmtilegri og meiri slagsmál og meiri breytt sem að bæði lið munu að hafa og þetta bara frábært hjá Tindastóll að ná sér í að fá Fanny inn á parkettið aftur og enda líka á hann held í hellinginni. Mér skilst nú að þær voru að fara á stelpurnar á hana, það sé ekki bara hún, það sé einhver fleiri sem hafi verið að taka frá skóna, svo að það má búast þetta, verður bara skemmtilegu leikur. Já, nú veit ég ekki alveg hverju fleiri taka fram skóna, en það einhver gammal leikmaður sem ég man ekkert hvað heitir, en allavega þetta verður skemmtilega leik í vændum. Jú, þetta mikið rétt hjá þér, hvernig læti. Erna var að koma inn á parkettið aftur og það náttúrulega bara baráttu hundur sem að hvert lið myndi vilja hafa í sínu röðum. Þetta bara stríðsmaður sem að gefur ekki tommu eftir og mjög fitt leikmaður sem að verður erfitt að eiga við undir korfu eða vörn. En já, öðru leyti þetta bara svo sem svipulið heldur að vara áður. Við náttúrulega sem segja vantaði einhvað hjá okkur síðast og það núna. Þetta bara breytingar sem eiga sér stað oft yfir veturinn hjá svona minni liðum. Og það mistu núna einn leikmann sem að ég segja það sem búin að vera einn þeirra besti leikmaður í vetur. Þannig að Þórunni, hún fekk höfuðmeiðsli og synd að hún skuli ekki geta verið meira með. Allavega þetta verður hörkuleikur og þetta náttúrulega það að þær skuli vera búin að bæta við sig mannskap. Það bara sendir okkar stelpum skilaboðum að koma enn meira tilbúna til leiks. Já, sérðu það þýðir ekkert að vanmeta lið Tindastóll sko. Þar síðasta leik töpuðu með einhverju 50 stigum út í ÍR, komu tilbaka viku seinna og vinna Njarðvík sem frábært lið í þessari deild í einhverju framlíkingu. Þannig að þær voru ekki tilbúnar að og sannarlega ekki tilbúnar að hætta Það eru sannarlega ekki tilbúin að hætta að reyna að klifra upp töfluna og ég held að þetta bara leikur sem við þurfum að varast en verður virkilega skemmtilegur. Þokkalegt stand svona okkar stelpum, engin meiðsli en eitt svona sem að setja styrkja reikningi? Já, við erum með að glíma við reyndar eitthvað svona nárameiðsli sem bara eins og líka eins og flensan sko. Það núna 3 stelpur búin að fara í nárameiðsli vitur, þannig að það spurning hvort að við þurfum eitthvað að fara að endurskoða það, hvernig þjálfunaraðferðin við erum að beita. Þegar svona stórleikir eru þá náttúrulega, þá það bara þannig að það vill engin leikmaður vera meiddur, ekki nokkur leikmaður. Nei, það vil allir ná þessu leik og ég man bara eftir því því að Karen lá í rúminu í síðasta leik og þetta voru mikla kvalir að þurfa að vera heima og horfa á þetta í gegnum vefmiðilinn sko. Þannig að við þetta bara leikur sem allir vilja taka þátt í og ég hlakka rosalega til. Maður hefur alltaf svona pínu taugur kannski til Tindastóll líka núna eins og síðust ára hafa verið. Þeir hafa tekið vel á móti okkar stúlkum og gott körfuboltasamstarf þar og
Þannig að því ber að þakka og þess vegna ég bara hlakkaði til að fara hana og taka þátt í fjöruna því umgjörð hjá Tindastól-liðinu er algjörlega til fyrirmyndar. Það verður tóm gleði. Eintóm gleði maður, við erum ekkert að fara hana til þess að vera einhver leiðindi, bara við ætlum að hafa gaman, við ætlum að berjast alveg eins og við gerum best, það er það sem okkar aðall er og ef við gerum þetta tvennt og höfum svolítið svona ákveðnar í því sem öllum aðgerðum sem við viljum gera í þessu leika, þá er þetta bara eintóm skemmtun. Og svo er þetta bara einu sinni eins og ég hef svo oft komið áður að í viðtölum. Þetta er bara svo fjári skemmtileg íþrótt, það er ekki annað hægt en að skemmta sér. Nei, og nákvæmlega og ég bara hvet alla Þórsara að taka góða píldurinn eins og við á laugardaginn yfir á krókinn og það er ekkert betra heldur en að fá sér góða kleinu og kókumjólk í bakarinni á Róberti. Svo það er náttúrulega geggja, þetta er svona þegar ég farið svona stutta keppnistöru fyrir hittifalla á svona stuttur leið, klukkutíma keyrsla. Nei, þetta er ekki neitt maður, þetta er bara akkurat það sem við viljum og ef það væri alla vegalandi svona þá var lífið auðvelt maður og þannig að ég bara hlakka til, góða píldur. Helgi, gangi ykkur vel. Takk fyrir kærlega.